Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að tala núna og reynda næstu daga og kannski vikur svona ríkisreksturinn. Í tilefnið hérna hvatning ríkisstjórnarinnar til almennings og allra að koma með tillögu sparnað og hvað mætti betur fara og nú þetta komið í gervigrindin að fara yfir þetta. 4.000 næstu því eða rúmlega, ég man ekki hvort það var, tillögur sem bárust frá alls konar fólki og fyrirbrigðum. Og síðan í kjölfarið mun nefnd vinna úr þessu og á að skila einhverjum niðurstöðum í lok febrúar. En við rauðaborðið, við teljum þetta að vera svo áhugavert umræðuefni að þetta gefi tilefni til að velta fyrir þessu til hvers ríkið sem við höfum og ræða kannski út frá tillögum sem hafa komið inn. Og við ætlum að byrja kannski á óvenjulegum stað miðað við rauðaborðið. Við erum hérna með Björn Brynjólfur Björnsson sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Og svo erum við með Óla Stephensen sem framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Þannig að hér eins og myndi kallast við þetta borð fulltrúar Rauðvalsins. Velkomin. Og þið gripuð hérna boltan á lofti og senduð inn tillögur, mismargar. Hvað voru þið með margar? Við vorum með 60. Já, en þið bara... Við vorum með 16. 16? Það stúlanum fallega. Já, það 60 og 16. Og mér langar bara að heyra það hérna og þetta náttúrulega hjá ykkur allavega, þá þetta raunverulega tillögur svona breytt hlutverk ríkisins. Það jaðra við það, frekar en þetta séu svona beinar sparnaðartillögur. Má ég byrja þér? Hvað svona veigamest í tillögunum? Já, ég myndi segja, þú veist, að það samt eitt áhugavert í þessu fyrst sem að hagræðing að fara betur þá með í rauninni sömu fjármuni eða spara fjármuni og síðan þetta að nota sparnaðinn í til dæmis að auka tilfærslur eða hækka bætur. Þannig að þetta ekki pólitískt að því leyti að þú getur nota svigrúmið sem hagræðing skapar til að auka opinbera þjónustu þá á öðrum sviðum á móti. Þannig að það sem að þið að leggja til hagræðingar og sparnaðar, að Inga Sæland geti notað til þess að greiða út 450 krónur á mánuði skerðinga og skattalust. Já, þú veist, það væri hægt að nota í það. Í lokin á okkar umsögn þá mælum við með því að það sé nota til að draga úr umsvifin svo opinbera sem svona það sem við tölum almennt fyrir að það sé minni ríkisumsvif, en þú getur nota svigrúmið sem við erum að leggja til að auka millifærslur eins og Inga Sæland hefur talað fyrir. En hvað veigamesta í sparnaðinum? Við erum með 6 flokka og veigamesti flokkurinn eru eignasölur. Við erum að leggja til sérstaklega verðmætustu sölurnar þar eru Íslandsbanki og Landsbankinn. Svo erum við með þar á eftir kemur starfsmannahald. Við höfum verið að benda á það að opinberi starfsmenn eru með margvísleg sérréttindi umfram starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Og þú veist að þessu alltaf andmælt af opinberi starfsmennum sem að koma hérna á morgun? Já, það svona að talsmönnum kannski stéttafélag opinbera starfsmanna. En ef þú tala við opinbera starfsmenn sem eru stjórnendur eða forstöðumenn stofnana þá mikill stuðningu við þessa tillögur vegna þess að þetta myndi auka mjög hagræðingu í ríkisrekstri. Að fækka opinberum starfsmönnum. Þú getur sagt upp til dæmis opinberu starfsmenn sem standa sig ekki vel í starfi eins og allir sem eru í einkageiranum þekkja mjög vel. Það nær ómögulegt í dag. Það eina af tillögunum sem við til dæmis leggjum til. Hann önnur til dæmis að fallir sér frá tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunnar sem að okkar mati hefur mislukast. Það hefur leitt af sér verri þjónustu í nær öllum opinberum stofnunum og engin framleiðni. Það var helsta baráttumál BSRB undanfarið 10 ár. Já, ég meina BSRB mjög óanægt með þessa tiltöknu tillögu okkar. Þannig að við erum með 4 sem koma með í starfsmannahaldinu. Og síðan þriðji flokkurinn það sem við köllum í rauninni bara niðurlagning verkefna. Og það til dæmis að ríkið í dag niðurgreiðir kaup á nýjum rafbílum 7, 8, 9 milljarða á ári. Að okkar mati þetta tilgangslaus útgjöld. Það ætti að afnema þeim öllu. Og þar eru alls konar önnur aðra tillögur eins og til dæmis Ef ég myndi pröfa að andmæli við þessu þá myndi ég segja að það er þjóðhagslega hagkvæmt til lengri tíma ef við skiptum yfir í innlenda orku í rafmagnsbílum heldur en við séum að kaupa olíu út í heimi. Þannig að til lengri tíma þá er það þjóðhagslega hagkvæmt að skipta það sem fljótast yfir í rafmagnsbíla. Já, en þá myndi hagfræðin á móti segja að það alltaf hagkvæmast að leyfa fólki að ráða sjálfu og velja sjálft hvað það vill. Ef það ódýrara til dæmis að kaupa bensínbíl heldur en rafmagnsbíl, af hverju ættirðu þá að kaupa rafmagnsbíl?
það líka hægt að Þess vegna haft ódýrar að kaupa rafmagnsbíl, hann niðurgreiddur. Já, en einhvers staðar koma þeir peninga frá, þeir koma líka frá þeim sem greiða þá skattana, þannig að við erum alltaf að greiða fullt verð fyrir rafmagnsbílinn, bara með peningum annarra. Það yfirleitt verra að eyða peningum annara heldur en okkar eigin peningum. Þannig að þú hafnar bara svona sem þessi bara neyslustýring, svipað og skattlagninga á áfengi og tóbak, þú hafnar þeirri aðferð, sykurskattur. Sykurskatturinn gaf slæma raun, ég meina eins og ég hef ekki sterkar skoðun endilega á áfengis- og tóbaksköttum, þú veist ég myndi segja ef að þú vilt takmarka aðgengi þá viltu frekar gera það í gegnum skattlagningu heldur en í gegnum til dæmis ríkisrekstur eða einokunarverslun, þannig að eina af okkar öðrum tillögum er til dæmis að ríkið auki frjálsræði þegar kemur að smásölu með áfengi og það verði fært í hendur einkaaðila og átvr lagt niður, en við erum ekki að leggja til dæmis, við erum ekki verið að leggja til að skattar á áfengi séu lækkaðir. Þannig að þetta er þriðji flokkurinn, svo erum við með fjórði flokkurinn sem er kjarasamningsaðgerðir og þar erum við að leggja til að ríkið falli frá þeim aðgerðum sem stofnað var til í tengslu við síðustu kjarasamninga á almennu vinnumarkaði. Sem að myndi þýða eiginlega uppsögn á samningum? Nei, samningurinn er á milli aðila á almennu vinnumarkaði. En var háður því að ríkið kæmi að borðinu með tiltekna millifærslur, til dæmis til leigjenda og ókeypis skólamáltíðir og fleira? Já, þú veist, skólamáltíðirnar eru ekkert ókeypis, þú veist, þær koma úr skattfé sem var ekki til. Þetta var samið þetta hjá aðila vinnumarkaðarins og með blessun ríkisins? Já, sko aðila vinnumarkaðarins eru aðilar að samningum á almennu vinnumarkaði, ríkið er það ekki. Þú veist, við erum bara ósamála þessari samtvinnun. Svona hefur verið samið frá því að ég var barn, Þetta er nú frekar mikið nýmæli hversu mikil og dýrar aðgerðir ríkisstjórn hvers tíma er að ráðast í tengslu við gerð kjarasamninga og kjarasamningur á almennu vinnumarkaði eiga að vera á milli einkaaðila, þar að segja atvinnurekanda og verkalýðsfélaga á almennu vinnumarkaði. Það eiga ekki að vera þér finnst það bara. Já, það er rétt. Það er mat okkar að það sem óeðlilegt að tvinna saman ríkisvaldinu við frjálsa samninga á markaði. Þetta er ekki beint sparnað til og þetta er bara pólitíska tillögur að þér finnst þetta fyrirkomulag ekki gott ósáttu við samningana, hefðu frekar viljað að verkalýðshreyfingi færi fram á hærri launakröfur, sætti sig ekki við það að ríki kæmi með svona tilfærslur til þess að milda kaupkröfunar, að þá myndi líklega þýða það að við varum hér bara komin í verkvöll og hærri launakröfur, er það sparnaður? Já, ég meina, við verðum bara að horfa á, við erum að reka ríkið og við þurfum bara að fara vandlega með, þú veist, þá takmarkuðu fjármunni sem ríkið hefur að ráðstafa. Fjárfesta í fríð á vinnumarkaði myndi eitthvað kalla þetta? Er það ekki fjárfesting? Það er auðvitað aðila á almennu vinnumarkaði að tryggja frið á almennu vinnumarkaði. Það er ekki ríkisins og við þurfum bara að skilgreina hvert er hlutverk ríkisins og hvað er það ekki. Og að okkar mati hefur ríki gengið og langt þarna og við erum bara ósammála því og bara ekki fylgjandi því að þessi útgjöld séu bara aukin varanlega þar sem það væri ekki heldur til neitt peningum fyrir þeim. Það var hallarekstur þegar síðasta ríkisstjórn fór að lofa þessum útgjöldum. Það var ekki heldur til peningu fyrir lækkun á sköttum og tollum og fleira sem var ráðist í og þið fögnuðuð. Það var ekki heldur til peningur af því að það var bara aukin hallarekstur í ríkissjóði. Hvenær var það? Er þetta 2017? Þegar tollar voru afnumdir á föt og skó? Hlustar á ræður Bjarnar Benediktssonar sem hann talar hann hafi lækkað gjöld. Þá voru það meira og minna slík gjöld sem hann lækkaði, tollar en það var ekki til peningur í því, það leiddi til hallareksturs. Ég myndi nú segja að tollar þegar þeir voru afnumdir á sínum tíma hafði ekki neikvæð áhrif á rekstur ríkissjóðs vegna þess að tollar er ekki beinlínis tekjuöflunarskattur. Þeir eru gerðir í rauninni bókstaflega til þess að hindra viðskipti yfir landamæri. Þannig að til dæmis ef við tökum matvælatollar sem við Ólafur höfum nú oft talað fyrir afnámi. Þar er bókstaflega þannig að tollar á smjör þeir tollar eru ennþá þeir eru svo háir að það er eiginlega ekkert erlent smjör á Íslandi þannig að ef þú afnemur þá tolla þá verður ríkissjóður ekki afneinum tekjum. Það er eiginlega næra að segja að komi meira í kassan að því að veltan á viðkomandi markaði líklega til að aukast. Já, eins og með fatnað sem færðist til Íslands. Já, en ég var að tala tolla og skatta sem voru lækkaðir. Af því að þú bentir á þetta það hafi ekki verið til peningur, ég er bara að benda á að það hefur oft verið farið að ykkar kröfum þó að vera ekki til peningur. Og þá bara eigur að halla ríkissjóðs. Já, ég bara er að reyna að muna dæmið það Það sem meinar að það ríkissjóður er í hallarekstri og fer í skattalækkun í hallarekstri og við höfum fagnað því.
Ég bara man ekki alveg dæmi þess sko, en það auðvitað ég bara búin að vera í hálft ár sko. Ok, en þú varst með eitthvað flokk eftir, eða ekki? Jú, það eru 2 eftir. Það sem sagt síðan stofnanasameiningar. Við leggjum til fækkun ríkisstofnana úr 170 niður í 70. Þannig að fækkun 100 ríkisstofnanir. Og þar eru við með alls konar, við nefnum bara nokkuð dæmi. Þá erum við með bara eins og sameina verkefni stofnana. Já, þetta oft sko bara líka verið að sameina stoðþjónustu og slíkt, eins og til dæmis með framhaldsskóla, að það sé þá til dæmis við leggjum til að það séu 5 svona rekstrar einingar, þótt að skólarnir sjálfir haldi sér í flestum tilfellum. En við erum líka að tala bara að starfsmenn ráðuneyta veri starfsmenn stjórnarráðsins, það bara samnýting stoðþjónustu, auðveldar að færa fólk á milli, bara meiri sveigjanleiki í rekstri. Við leggjum til að 10 opinber söfn verði færið undir eina safnastofnun og annað slíkum dúr. Það er svona næst síðasti flokkurinn og svo er síðasti flokkurinn sem er bara svona rekstrar hagræðing. Ég samt aðeins skjóta inn að því að þetta með sameining stofnana er til dæmis það sem var mest áberandi í orðræðu viðreisnar fyrir kosningarnar hagræði og líka. Og þá hef ég oft yfir eitthvað sem einhver sagði við mig í gamla daga. Það er allir að tala sko samlegðar áhrif í svona sameiningum, en það er engin séðug. Af því að við höfum oft dæmi það sem hefur verið að sameina svona stofnanir, en við sjáum aldrei, oft að knúið í gegn með meintum sparnaði sem á að vera, en því er aldrei fylgt eftir og höfum aldrei séð árangurinn af því. Nei, ég er alveg ekki tekið undir það og þú veist, í okkar tillögum hér erum við að setja þá samhliða kröfu. Það er að segja til dæmis við leggjum til sameiningu sýslumannsembætta og við segjum að heildarbudget eða heildar fjárheimildir sameinaðs sýslumannsembættis sé 7% lægra heldur en allra sem sameinuðust árið á undan. Þannig að við setjum þar 7% hagræðingar kröfu á sameinað embætti, þannig að það verði að ná fram hagræðingu sem nemur einhverju skynsamlegu hlutfalli. Án þess að skera þjónustu. Já, í þessu tilfelli án þess að skera þjónustu. Þarna erum við að horfa til reynslu sko af fyrri embættissameiningum. Þarna erum við að horfa til dæmis á sameiningu skattaembætta, þar sem sko hagræðingin var á byrjunu 7-17% minni mig. Þannig að það eru dæmi velheppnaða sameiningar sem hafa skilað ávinningi og þá er þetta fyrst og fremst verið að samþætta stoðþjónustuna og þá lækkar hún sem hlutfall af heildarkostnaði. Og á samaskapi færði líka sko meiri sérhæfingu og slagkraft þá hjá þeim sem eru sérfræðingarnir í stofnunum. Þannig að til dæmis ef við tökum safnastofnunina sem dæmi, þá er verið að skrá minjar eða skrá muni, þá ertu með sérfræðingi því sem getur kannski verið 3 manna teymi í staðin fyrir 1,5 starfi á 10 stöðum. Þetta er til dæmis það sem ríkisstjórnin kallaði eftir í þessu sko, þegar þau kalla eftir umsögnum, þá nefndu sérstaklega að þau vilja skoða sameiningar stofnana. Meðan annars út af því sem ég vísa til í sambandi við Viðreisn. Það er einn flokkur eftir hjá þér? Já, og það er það sem við köllum rekstrarhagræðing og það eru svona tillögur að hagræðingu í rekstri núverandi verkefna. Það er að segja verkefni sem við erum ekki að leggja til að séu lögð af, heldur að séu gerð með hagkvæmari hætti eða dregin saman. Og við erum þá að horfa til dæmis á þak á útgjöld til endurgreiðsla til kvikmyndagerðar og líka að svona auki verði aðhald þegar kemur útgjöldum til frjálsra félagasamtaka sem okkur finnst vera svona óskýr rammum og er orðin eiginlega svona... Eins og hvað, samtöki 78? Þetta er svona meira þegar þú ert með sko félagasamtök sem eru á opinberum framlögum án þess að það liggi fyrir þjónustusamningur eða það sé útlistað í fjárlögum og það eru núna komið held ég á annað 100 dæmi slík fjárframlög og okkar mati fer illa á þessu. Til dæmis bara Alþýðusamband Íslands er með sko styrki frá 2 eða 3 ráðuneytum til þess að sinna verðlagseftirliti og er það ekki? Nei, sem eru ekki bundnir ákveðnum þjónustu samningi þannig að farið sér að lögum opinber fjármál þar sem er kveðið á að þetta verða að vera sko áskýrslu viðkomandi ráðuneytis og aftast í sko fjárlaga viðauka. Þannig að það er svona þetta er ekki nógu, þetta er bara orðið svolítið losarlegt og ég veit ekki hvort ég muni eftir þessari umræðum sko skúffu fyrir ráðherra fyrir nokkrum árum og það sem þetta var í rauninni þurrkað út. Þetta er svona orðið nýja skúffuféð. Það er svona einhvern veginn verið að setja mikið af svona 10 milljónir hér, 20 milljónir hér og þannig að þetta er ofta ekki háar fjárhæðir en það er ekki nógu mikið gagnsæi og utanumhald utanum kannski þetta fér sem að nýtist mjög vel ef þú leggur inn 10 milljónir í samtöki 78 ég býst við að nýtist mjög vel í réttindabaráttu samkynhneigðra. Já, það þarf það bara að fara í gegnum löggjafann og þú veist fara með umræðum það á Alþingi, þú getur ekki gert það bara
með sko í gegnum framkvæmdavaldið að það komi í ljós sko. Það verður bara að vera gagnsætt og við höldum að ef að ljósinu væri varpað meira á þessi framlög þá myndu þau minnka. Má ég aðeins bakka þarna með sameiningu og niðurlagningu stofnana? Þið hlutu að vera með tillögur að leggja eitthvað bara niður. Já, maður sjá. Fjölmiðlanefnd? Já, við erum með einhverjar nefndir. Við höfum það fer í sameiningar af því fjölmiðlanefnd með 3 eða 4 verkefni og einhver fæðast þá bara í sameiginlega eftirlitsstofnun sem þá styrkið til stjórnmálaflokka? Já, við leggjum til fullt afnám þeirra. Við leggjum jafnframt til styrkið til einkarekinna fjölmiðla? Fullt afnám þeirra samhliða afnámi því að RÚV sé tekið af auglýsingamarkaði. Og okkur finnst það verða að fara saman vegna þess að ef þú afnumir bara styrkið til einkarekinna fjölmiðla en ert með RÚV eins og staðan er núna, þá hið opinbera að skekkja leikinn bara í eina átt. Við skiljum rökin fyrir einkareknu styrkjónum en okkur finnst fara betur á því að afnema þá og taka RÚV af auglýsingamarkaði samhliða. Sem er svona ákveðið veðmál að það muni skilja einkareknu fjölmiðla eftir í betri stöðu. Já, bara RÚV... Félagar þínir í auglýsingabransanum takk ekki allir undir þetta. Já, við erum bara, ef við horfum bara á Norðurland, þá RÚV einum ríkismiðlinn sem á auglýsingamarkaði og BBC heldur ekki auglýsingamarkaði, bara RÚV á Íslandi óvenju umfangsmikið með einkarekna fjölmiðla. Það umsvif þess meiri en í Skandinavíu og það einsdæmi að á Norðurlöndum að ríkisfjölmiðlinn sé á auglýsingamarkaði. Svo líka lélegra fyrst morgun. Herðu, Ólafur, þú afsakar að hann kom með 60 tillögur og þú bara 16. Það svona bara þolmaður. Ykkar tillögur eru kannski aðeins annars eðlis. Þetta er svona róttækari efasemdir hlutverk ríkisins sem hjá honum heldur við ykkur eða hvað? Já, við unnum þetta þannig að við leituðum fyrst eftir tillögum hjá okkar félagsmönnum. Og svo bara hvað hafið þið rekið ykkur á í samskiptum ykkar við ríkið? Hvað tækifærið komið auga á? Og það kom býsna mikið af mínum að til góðum tillögum fram þannig. Eitt náttúrulega sem að þeir sem reka fyrirtæki benda á auðvitað þessi sérréttindu opinberu starfsmanna sem að Björn Brynjólfur talaði hérna áðan og eru bara staðreynd. Sumt af því eins og lengra orlof, betri veikindaréttur og svo framvegis eru kjarasamningsbundin atriði. Annað bara í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eins og til dæmis uppsagnarverndin. Og ég tek undir það með Birni, maður þarf ekki að tala lengi við fólk sem hefur stjórnað ríkisstofnun til að átta sig á því að stjórnendur á ríkinu líta almennt svo á að starfsmannalögin séu til verulegrar óþurstar, komið í veg fyrir hagræðingu, sparnað og bara bætta þjónustu hjá ríkinu. Enda af hverju ósköpunum ættu 25% af vinnumarkanum að vera með einhverja sér löggjöf, akkur ættu 25% af vinnuaflinu að vera á einhverjum stalli með einhver önnur og meiri réttindi heldur en allir hinn. Bara á þeim stalli og hafa Nei, það væri alveg skelfilegt. Það ekki alveg þannig að það væri alveg fullkomlega skelfilegt fyrir samkeppnishæfni í Íslands. Það ekki alveg þannig að forstjórinn og hluthafarnir viti alltaf hverju réttar leiðin. Það bara fínt að þeir hafi svolítið aðhald frá samfélaginu og reki sína stofnanir í svona takt. Stjórnendur vita það alla jafna. Ef þeir taka rangar ákvarðanir í starfsmannamálum þá þeim yfirleitt refsað fyrir það bara með rekstrarniðurstöðinni. Þessum reka opinbera stofnanir búa ekki við það. En þetta er allavega okkar mati lykilatriði til einfaldlega til þess að ríkið sé betur rekið. Og ég segi gjarnan við vini mína sem eru þenkjandi svona eins og þú vilja að ríkið hafi svona alltaf myndarlegt hlutverk í samfélaginu. Ok, ef þú viltu þá ekki minnst okkar stað að sé almennilega rekið. Við höfum, þú veit að vísa til þessa, þá hefur við sósíalistar einmitt lagt til að það verði farið í að skoða hvernig farið með opinbert fé, það sé bara liður í því að reka ríkið að labba reglulega í gegnum það og leita betri lausnum. Tvískiptur vinnumarkaður og einhver sérréttindi hóp sem fer stöðugt stækkandi alveg klárlega ekki leiðin í því. Lögin réttindi og skyldur opinberra starfsmanna að stofni til frá hvar, líklega svona 1950, 54 kannski. Þá var það örlítið hluti af vinnuaflinu. Virðulegir embættismenn höfðu ekki verkfallsrétt og var kannski eðlilegt að þeir nytu einhverja sérréttinda á móti því. En þetta bara, eins og ég segi, nú þetta fjórðungur af vinnumarkanum algjörlega galið að hafa tvískipta löggjöf á þessu leitinu þar sem að sumir njóta einhverja forréttinda umfram aðra.
Þannig að þetta eitthvað sem að ríkið... Það mér að skjóta inn hérna einu. Að það ekki endilega gefið að það sé betur rekin stofnun eða fyrirtæki þar sem að forstjórinn með svona einræðisvald og inn í hópnum. Það getur meira vel verið og ég hef séð bara athugasemdir frá eins konar viðskiptaráði í Bandaríkjanna sem að voru að benda á það að kannski fer betur á því að hafa fyrirtæki þar sem aðeins það sem starfsmenninir hafa eitthvað með að segja hvert farið og hafa einhverja stöðu. Það ekki endilega að þú færð alltaf bestu niðurstuna með því að breyta sig yfir í svona einræðisríki. Við fórum nú í gegnum þetta í mínum þætti daginn, í kaffikróknum, starfsmannalýðræði og það allt svona, eða vinnustaðalýðræði. Við erum ekki sammála þar. En sko, það bara því miður og margir ríkisstarfsmenn sem hafa gert hugsjón íþróttana að sinni, að það skipti ekki máli að vinna heldur að vera með. Og þeir bara einfaldlega ekki að eiga rétt á sínu starfi nema að það þurfa eitthvað óskaplega flókið ferli til að láta það að fara. Það bara að láta það að fara eins og fólk í einkafyrirtæki sem að nennir heldur ekki að vinna. Það bara óskup einfalt mál. Reka ríkið eins og einkafyrirtæki? Algjörlega. Og við segjum sem sagt, við horfum líka bara á hvernig stjórnsýslan sérstaklega hefur verið að þenjast út. Þá er ekki að horfa á mennta eða heilbrigðiskerfi. Ég að horfa á stjórnsýsluna, ráðuneytin og stofnanir þeirra og sveitarfélaginu þetta líka, þó að þessar tillögur snúi ekki beint að þeim. Það við létum gera fyrir okkur úttekt fyrir 2 árum sem að sýndi fram að í stjórnsýslunni svona afmarkari hafði starfsfólki fjölgað 60% á 5 árum. Á sama tíma það fjölgað 3% á einkamarkan. Þetta náttúrulega bara ekki sjálfbært. Þetta nær ekki yfir COVID-tíman. Þannig að hluta til, jú. Já, það náttúrulega svolítið galli að vera alltaf vitna til þess tíma, þar sem var sagt upp hellingastarfsfólki allt í einkageiranum. Og þá fáum við alltaf þessa niðurstöðu og það ekki hægt að reka kröfur á rángri niðurstöðu. En sko 60% fjölgun í stjórnsýslunni bara samt alveg galinn. Alveg sama þó að þú takir ekki samanburðið einkamarkaðin og ekki COVID eða neitt. Það bara samt galið. Þannig að við segjum... Það fleiri eitthvað svona umsýslu færri í svona framvarðasveitinni? Við segjum bara ráðningastopp í stjórnsýslunni. Og nema í einhverjum undantekningartilvikum af því að þetta augljóslega komið úr böndunum og ekki sjálfbært. Þetta svona eitt þema hjá okkur, það eru starfsmannamál ríkisins og við erum náttúrulega bara, ég búin að vera í þessu starfi mínu í 10 ár, þeim fer fjölgandi á hverju ári ábendingum sem ég fæ frá mínum félagsmönnum að þeir geti bara ekki keppt við opinberar stofnanir starfsfólk. Ég segi að ég er samkeppnisverð í launum en bara réttindin, vinnutíminn, ég get bara ekki keppt við það. Ég get ekki rekið mitt fyrirtæki með því að allir séu farnir eftir hádegi á föstudögum. Og þá verður bara standaði betur, það samkynnin. Já, sko, það bara vitlaust gefið í þessu. Það eitt af því sem við segjum í þessum tillögum. Því opinbera getur ekki verið leiðandi í kjaraþróun. Sko, það gerðist með launahækkunum árið 2014, þar sem einkamarkaðurinn síðan eldi og með 32% launahækkun ef ég mann rétt yfir samningstímabilið með samningunum sem voru undirritaðir 2015-16. Hefði allt saman geta farið mjög illa ef það hefði ekki fallið með okkur ytri aðstæður eins og vöxtur í ferðaþjónustu, gengisþróun og annað slíkt. Síðan eru afturgerðir kjarasamningar 2019-20 þar sem að einkamarkaðurinn sem eru 35 mínútna styttingu en opinberi markaðurinn fær allt upp í 4 klukkutíma styttingu á viku og jafnvel fólk að fá þessu styttingu og missir ekki neysluhlýðin sem var meiningin að færa út á móti. Þannig að það var þetta tilraunaverkefni svo kallaða. Það bara fóru algjörlega úr böndunum. Ríkisforstjórar stóðu ekki lappirnar og þar... Ertu að vísa í úttekt á þessu eða ertu að vísa til þess að einhver sagði einhver hafði minnt? Ég er að vísa meðal hans í úttekt KPMG sem allir geta að lesa á internetinu. Hið opinbera áskupið reikspólaði þarna fram úr einkamarkanum og svo byrjar bara hefðbundna höfrungarhlaup í þessu. Að það aftur ítur undir kröfur á einkamarkanum og svo framvegis. Þetta var fyrsta þemað. Þema nummer 2 eru opinber innkaup og þar hafa nú margir á okkur félagsmönnum mikla innsýn sem viðskiptavinir ríkisstofnana. Og við þekkjum í fyrsta lagi mýmörg dæmi að ríkisstofnana reynir hreinlega að koma sér hjá útboðum. Reyna að skilgreina viðskiptin einhvern veginn þannig að það sé undir viðmiðuna fjárhæðum að eðli starfsemi sé einhvern veginn þannig að þetta sé ekki útboðskylt þó að það blasi við að vera hægt að spara peninga með því að bjóða út. Sumstaðar eru bara ekki sagt að neinar hömlur á ákveðin útgjöld. Ég nefndi í viðtalinu daginn að
kemur mann stundum á óvart að koma í ríkisstofnanir og setjast niður í einhverja mörg 100.000 króna hönnunarstóla undir álíka dýrum ljósum Og drekka Nespresso. Algjörlega fráleitt. Ég að reka pínlítið félag með einhverja 80-90 miljón króna veltu og við skiptum húsnæði fyrir 2 árum og húsgögnin voru keypt á útsölum í Ylva og IKEA og með 2 svona verðkönnunum þar sem það tekið lægsta boði. Og þar alvegandi get ég hort í augun á félagsmönnunum mínum þegar þeir koma á fundi og spurja hvernig ég varði félagsgjöldunum þeirra. En ég bara ansið hræddur að margir af þeim sem eru að stýra opinberum stofnunum geti ekki kinnroðalaust svara fyrir það hvernig þeir eru að eyða peningum þegar þeir eru að mublara skrifstofur og annað slíkt. Það eitt. Það eru svona hlutir eins og flugmiða. Hver lausnin? Segjum að þú sért forstjóri. Lausnin bara þú átt að bjóða sem allra mest út og gerir ákveðnar gæðakröfur og tekur svo lægsta boði. Flugmiðainnkaup nú eitt. Það er ekki bara sparnaðarmál, það er bara spillingarskandall. Það fyrirkomulag sem hefur verið á þeim málum að tiltekinn flugfélög hafi fengið að gera rammasamninga við ríkið og veita ríkisstarfsmönnum jafnframt vildarpunkta sem þeir hafa síðan geta notað í eigin persónulega þá eða fyrir sína fjölskyldu þvert á 4 sett af siðareglum og lög. Og þetta hefur verið bent áratugum saman. Já, ég hef búin að standa í þessu 10 ár fyrir hönd líklega 3 flugfélaga sem að hafa keftið á Íslandir. Og líklegasta skýringin á því að þessu hefur ekki verið breytt er bara svona þægileg samtrygging stjórnmála embættismanna sem vilja fá vildarpunktana sína. En núna held ég að það verði nú ekki hjá því vikist lengur að breyta þessu. Og forstjóragangurinn í einkafyrirtækinu, hann fær líka persónulega vildarpunktana inn á sig. Já, það er bara allt annað mál. Það er ekki skattgreiðendur sem borgar farseðil. Hann er ekki borgaður mínum. Spilling í einkageiranum Það er ekki spilling, því að það er ekki annar manna fé, það eru hluthafarnir sem ráða. Hluthafarnir, það eru alls konar haga aðilar að fyrirtækjarekstrinum sem að koma ekki að blessa ekki þessa tilhögun. Ég meina, en þar eru starfsmenn ráðunir fyrir hönd hluthafa og ef þeir eru ekki að vinna að hag hluthafa, þá er þeim sagt upp. Ég meina, þetta er aðeins öðruvísi. Já, það er allt annað hlutur. Ég er bara að benda á að þarna er kannski opinberað að elta einkageran. Já, það er bara á ekki og má ekki gera, Við bendum á það að það er ekkert virt reglubundið eftirlit með opinberum innkaupum. Eina eftirlitið í rauninni er kærunett útboðsmála. Það er dýrt að kæra til hennar og fyrirtæki veigra sig við því vegna þess að þau hafa áhyggjur af að lenda í ónáð hjá ríkisstofnunum sem þau þurfa að hafa viðskipti við. Þannig að við leggjum til að rétt eins og á öðrum Norðurlöndum þá verið samkeppniseftirlitinu falið að hafa eftirlit með opinberum innkaupum. Að það sé farið í útboð og þau séu rétt úr garði gerð. Eitt af því sem við könnumst við er að það sé búið í rauninni að ákveða fyrirfram hvaða vöru á að kaupa og síðan útboð skilmálatin sniðin að því sem líka ákveðin spilling. Það komið mjög áhugaverðar tillögur til okkar úr lyfjageiranum að í rauninni svona þröng sýn á lyfjainnkaup veldur auknum útgjöldum og í rauninni sóun á fé skattgreiðenda. Í fyrsta lagi það var tekin upp eftir hrun sú stefna að ríkið í rauninni bara setja það reglu þegar það býður út lyf eða innkaup á lyfjum að á sjúkrahúslyfjum má heildsöluverðið ekki vera hærra en lægsta heildsöluverð á Norðurlöndum og á öðrum lyfjum ekki lægra en meðalverð á Norðurlöndum. Síðan eru hinir norrænu markaðirnir náttúrulega miklu stærri markaðir og fasti kostnaður við að skrá og markaðsetta lyf eins og er sá sami á miklu minni markaði hér. Þannig að þetta hefur þýtt þessi verðstefna að erlend lyfjafyrirtæki skrá ekki að markaðssetja ýmist ný lyf á Íslandi. Það þýðir að það er í notkun áfram eldri lyf sem eru dýrari í notkun og með miklu lélegri virkni. Hvernig dýrari? Bara hreinlega dýrari. Bara í innkaupum, já. Nýju lyfin eru ódýrari en vegna þess að það er þessi samanburður að gera krafa að þau komi inn á lægsta verði hinna Norðurlandana, þá koma þau ekki. Það þýðir að við setjum áfram upp með gömlu lyfin og það rennur meira úr sjóðum skattgreiðenda og þeir sem eru veikir og þurfa lyfin fá síður bót meina sinna sem að býr svo til kostnað annar staðar í heilbrigðiskerfinu og náttúrulega bara
kostnað og þjáningar fyrir einstaklingin sem umræðir. En einhverja varnir þarf ríkið og spítalinn að hafa vegna þess að markaðin er lítill og þetta er örf og fyrirtæki sem á drottninu, þetta er bara enn eitt fákeppnismarkaður sem er hérna. En einhverja varnir þarf ríkið að hafa í innkaupum því að þú getur farið út í útboð. Ég meina við farum út í útboð hérna á matvörumarkaði þar sem er eiginlega ekki samkeppni nema prísir þetta komið. Það væri sjálfsagt alltaf útboð sko. Það sem núverandi stefna þýðir er að lyfin eru oft og iðulega tekin inn á svokallari undanþágu og þá er greitt fullt verð, bara listaverð, ekkert útboðsverð. Þannig að það er líka miklu dýrara fyrir skattgreiðendur. Í staðin fyrir að leyfa hennum frjálsa markaði einfaldlega að virka sko, við segjum í okkar tillögum ef þetta er ekki nógu sannfærandi rökstuðningur framkvæmið þá bara svona heilsu og hagfræðilega greiningu á því hvað þessi verðstefna þýðir af því að þessi markaður er komin í algjörur og ógöngur og þannig að tala lyfja öryggi þessi stefna vinnur beinlínis gegn því og við þekkjum það almenningur að það er ekki til lyf sem að maður hittir hellingafólki sem er bara ekki á lyfjónum sem að ætti að vera vegna þess að þau eru ekki til á landinu. Þetta er eina ástæðan, ekki eina ástæðan. Þetta er eina ástæðan. Annað dæmi við þekkjum það þegar að Landspítalinn er kaupinn lyf, þá kaupir hann gjarnan það ódýrasta. Þegar að tala svokölluð innrennslislyf, sem fólk þarf að setjast niður á sjúkrastofnun og fá lyfið í æð. Þá er oft hægt að gefa þau eingöngu í Reykjavík. Það er til nýrri og dýrari lyf sem er hægt að gefa undir húð, ekki í gegnum svona æðalegga þannig. Sjúklingurinn getur jafnvel gert það heima hjá sér eða í heimabyggð en af því að spítalinn kaupir þessi lyf þá borga sjúkratryggingar fyrir það að fólk ferðist til Reykjavík það er borga flugmiða og gistingu viðkomandi missir úr vinnu, hann letur kostnaðar á honum sjálfum og mögulega hans vinnuveitanda eða þá að hann kemst ekki í vinnu og það er vegna þess að það er horft þröngt á fjárheimildir spítalans og honum kemur ekki við hvað sjúkratryggingar þurfa að borga. Þetta er svona rakið dæmi sóun í kerfinu sem að þeir sem að standa utan við og eru í því dag frá degi að reka fyrirtæki með sem hagkvæmustum hætti horfa bara á að hrista hausinn og skilja ekki í því að enginn skuli taka á þessu. Þannig að þetta eru svona kannski tvö þemu. Það þriðja er síðan við bendum á að eftirlit með fyrirtækjum, opinbert eftirlit er í mörgum tilvikum þyngra en það þyrfti að vera. Við þekkjum umræðuna gullhúðun Evrópureglna þegar verið að bæta við Evrópureglunar, alls konar sér íslenskum kröfum. Það er mjög algengt að eða farið út í ystu mörk þar sem að Evrópulöggjöfin segir að það sé ekki verið að svigrúm til að innleiða með minna íþyngjandi hætti er líka ofta ekki notað. Til dæmis algengt viðkvæði frægt dæmi til dæmis af ársreikningalögum að hinnar opinberu stofnanir segja þarna er ákveðin stærðarmörk það er miðað við 100 manna eða 200 manna fyrirtæki þetta verða svo fá fyrirtæki sem það þurfa að skila upplýsingum það verður að fara niður með þessi mörk svo að komin á einhver sæmilegur stafli hérna fyrir okkur að fara yfir þar með náttúrulega annars vegar verða að búa til kostnað hjá fyrirtækjunum að óþörfu og hins vegar náttúrulega hellingskostnað hjá hinu opinbera sem þarf að ráða fólk til að fara yfir allar upplýsingar sem komur eftirlitinu og smærri fyrirtæki kannski 20 starfsmenn er komið forstjóragang til þess að sinna upplýsingaskyldu. Það er alls konar hlutir í þessu eins ágætt hugmynda mörguleiti eins og ég held til dæmis að jafnlaunavottunin hafi verið þá eru þröskuldin í því settur allt og lágt og hún ætti mögulega að miðast við fyrirtæki með 100 starfsmenn eða fleiri því að þau minni einfaldlega ráða ekkert við þetta eru ofta ekki með starfsmannastjóra einu sinni og þeir sem aðalega græða eru ráðgjafafyrirtæki út í bæ sem að moka inn milljónum á því að hjálpa fólki að fylla út eyðublöðin frá ríkinu Það er áhugavert í þessu samhengi að það eru til lög opinberar eftirlitsreglur sem voru sett líklega 1999 markmiðið var að reyna að vinna gegn því að eftirlitið væri stöðugt að þyngjast. Stjórnvöld eiga að skoða það í hverju tilviki, hvort það sé hægt að koma eftirlitinu fyrir með minna íþyngjandi og hagkvæmari hætti. Það á að vera starfandi nefnd sem er stjórnvöldundur ráðgjafar í þessu, meðal annars skipuð fulltrúum hagsmunaaðila, bæði viðskiptaráðs og félagsatvinnurekenda, meðal annars.
Ráðherra málaflokksins á að flytja Alþingi skýrslu árlega þetta starf og hvernig gangi að sem sagt setja bremsu á útþenslu eftirlitsins. Það hefur ekki verið gert síðan á löggjafarþinginu 2005-2006. Nefndin var síðast skipuð 2017, skipunarbréfina rann út 2020, hún hefur ekki verið endurskipuð síðan. Og við erum búin að margbenda stjórnarráðina að þetta á áhuga leysið á því að koma einhverjum böndum á hið opinbera eftirlit virðist okkur algjört. En mögulega breytist það eitthvað núna af því að eins og ég segi, það býr til útgjöld ekki bara fyrir fyrirtækin, heldur ekki síður fyrir ríkið. Akkur mögulega breytist það núna? Já, núna verðast það að vera betri hlustunarskilyrði fyrir þessi ríki sem er á því. Já, þetta útspil. Betra heldur en þegar að flokkur atvinnulífsins, sjálfstæðisflokkurinn var við völd. Síðasta ríkisstjórn var náttúrulega svo sérkennilega samansett að flokkur atvinnulífsins lét þetta bara allt saman slæta, svo við orðum það þannig, til að styggja ekki samstarfsflokkar sína. Og það var bara afskaplega lítil eftirspurn eftir hagræðingar og sparnaðartillögum. Það virðast vera betri hlustunarskilyrði núna. Ég binda mér svo vonið við það. Alveg þangað til ég sé hvað starfshópurinn tekur saman og hvernig ríkisstjórnin tekur í það. Björn, ég býst að þú takir undir allt sem hann segir nema eflingu samkeppniseftirlitsins. Mér erst á með jafnlaunavottunina að þú ætti mögulega að taka undir það vegna þess að það sem ég oft heyrt frá launþegum er að jafnlaunavottun er notuð gegn þeim vegna þess að þú segir við strákin, ég get ekki hækkað þig, þá ertu að hærra en stelpan. Svo segir það sama við stelpuna. Þannig að þú stöðvar launaskrið í fyrirtækjum af því að fólk getur ekki beðið launahækkun af því að tölvan segir bara nei. Við þurfum ekki að ágjöra þessu samstöðunni, við erum öll bara á þurrum taxtanum frá Blaðamannafélaginu. Þannig að það eru engar yfirborganir. Það er ekki engar ágjur að launaskriði hér. Allir á sömu launum ráðanlega. Herðu, sömuleitt er þetta merkilegt að ríkisstjórnin kalli eftir þessu og ég veit ekki hvort þú hefði reiknað með þessu viðbröðum samt. Hefði mátt kannski sjá það fyrir af því að miðflokkurinn gerði þetta fyrir skömmu síðan og ég heyrði ekki betur en að það væri virk þáttaka og ég meina þið búið í þessu samfélagi eins og ég og það er allir hafa orðið var við sóun á fjármunum í stofnunum ríkisins og þessi þú ert að lýsa áðan ofvöxtur eitthvað stjórnsýslu sem er miklu hraðari heldur en kannski þeir sem er að vinna í framvarðarsveitinni. Þið heyrið þetta hjá fólki sem að starfar á sjúkrahúsum, þið heyrið þetta í kennarastéttinni að það er vöxturinn er utan þeirra sem er að veita þjónustuna. Þegar að þið stillið þessu upp, ég er bara að velta fyrir mér, ef að við ættum sem samfélag að svara kalli ríkisstjórnarinnar og koma með tillögur, þá ættum við kannski að taka tillögur okkar og segja, ég ætla að koma með tillöguna sem ég veit að er bara mjög breið sátt Ég ætla bara að sleppa þessu rúf af auglýsingamarkaði og margt sem að þú ert með, sérstaklega. Já, tölum aðeins rúf af auglýsingamarkaði. Það er vitlaus spurninga mínum að spyrja á rúf að vera á auglýsingamarkaði ekki. Spurningin á að vera á rúf að vera svona stórt og alltumlíkjandi eins og það er. Af því að meðan það er svona stórt og með svona mikið áhorf, þá vilja auglýsendur vera þar. Já, Ólafur, ég var eiginlega að meina þetta að hvort hefur að taka umræðinu það hvort að við getum sparað hjá ríkinu með breiðri samkomulagi þjóðarinnar eða svona. Það eru ykkur low-hanging fruits þarna sem eru fáir sem að hafa nokkurn hag af því og kannski enginn, Meira að segja, starfsfólki í viðkomandi stofnunum hefur ekki hag af þessu. Er ekki bara breið sátt að færa Gíslamartin yfir Stöð 2? Nei, það sem ég er að segja við höfum valkost að tala okkur niður á okkur niðurstöðu eða taka þessa umræðu í 14. skipti á 14 árum eða kjör opinberra starfsmanna leysa þetta upp í deilur ykkar við BSRB og Visku heitir það nú Þetta er náttúrulega gert á vettfangi ríkisstjórnar og eins og viðskiptaráð hefur engin völd, við erum bara komið með hugmyndir og við erum að leggja fram 60 hugmyndir sem okkur finnst vera góðar og við erum að reyna að rökstyðja þær eins vel og við getum og erum að vona að ríkisstjórnin ráðist í þessa tillögur af því að við munum ekki gera það er ríkisstjórnin sem verður að gera það. Það sem ég að því við sittum hérna sem bara borgarar í þessu landi, það sem ég langar að spyrja ykkur að því.
Hvað af ykkar tillögum haldið það til þess að ég geti bara samþykkt hérna við borðið? Ég held til dæmis að í opinberu innkaupunum þetta liggur svo gjörsamlega í augum uppi að það á að taka á þeim og sjá til þess að opinberar stofnanir fari eftir lögunum opinber innkaup og hafa almennilegt eftirlit með því. Ég sammála því. Ef ykkur vantar að kaupa klósettpappír, kaupið ódýrasta klósettpappír. Ég fylgjandi því. Vildapunktarnir á Íslandi ég sammála því. Fækkanir stofnana, sameiningar stofnana, til dæmis. Ég var með efasemdur það, því að ég hef bara séð á mörg dæmum það að vera sameina stofnanir og það verður ekki neitt sparnar úr því og getur jafnvel leitt til þess sem að Ólafur var að tala að það verður svona meiri stjórnsýslu vöxtur í nýju stofnuninni af því að það eru mörg svið og eitthvað fleira að það er kannski 3 manna stofnun sem hefur þokkalegt innsæi og tengsl við það sem það eru að fjalla getur kannski sinnt því á þess að fá yfir sig einhverja MBA fólk til þess að segja því hvað það á að gera. Ég væri til í að segja, ég væri til að vilja skoða það bara stykki fyrir stykki. Viltu niðurgreiða nýja rafbíla? Sorry. Það ég nefndi rökin sem hafa verið notuð til því að þessi þjóðhagslega hagkvæmt. Finnst þér það, myndir ekki frekar vilja nota þá fjármuni í menntakerfi eða heilbrigðiskerfi? Finnst þér þeim fjármunum vel varið? Þú getur ekki skattlagt fólk endalaust. Þú verður að nota peninginn með hagkvæm mætti. Hafi gagnrýnda og fleiri og flokkur fólksins gagnrýnda og við þekkjum þess að gagnrýni erlendis frá að þegar þetta er gert í upphafi, þegar það byrja að greiða niður rafbílana, að þá er það niðurgreiðsla til þeirra sem standa efnahagslega vel. Á meina þeir eru að kaupa sér nýjustu módelin. Það verið að styrkja menn eins og ykkur. Á meðan að þeir sem eru eiga valla til nýs og skeiðar eru rakin í það að keyra gömlu bensínbílana og þau fá allt bensíntollana á sig. Þannig að þetta er stjættarlega mjög óréttlát aðgerð. Styrkja millistéttina alltaf. Við höfum gengið í gegnum það í svona undanferðin 5-6 ár í slíkar aðgerðir og þegar það kemur að því að kannski fátækafólki hefur efni á að kaupa sér rafmagnsbílana þá er settur tollar á kínversku bílana þegar þeir komi ekki til landsins og að þá á að afnema þá á að byrja að leggja kílómetragjaldið á rafmagnsbílana þannig að þegar loksins kemur niður til eina fátækari að þá er búið að taka styrkina til millistéttanna. Þið þekkið þessa gagnrýni, hún hefur búin að vera út allan heim. Ég myndi halda að þú ættir að skrifa upp á það til dæmis að það sé bara sami sveigjanleiki í starfsmanna held ég á ríkisstofnunum eins og hjá Samstöðinni eða var hjá Fréttablaðinu eða 365 miðlum eða að það sé bara einfaldlega hægt að reka þetta eins og vel rekið fyrirtæki. Ég ekki ef að það er ef það er kapplöp niður á botnin í samkenni við ríkisfyrirtækinu hvor er á undan að skerða niður réttindi starfsfólksins. Ég er ekki að því. Ég hefði viljað sjá framan í þig að þú hefðir setið uppi með eitthvað starfsmanna lýðræðisráð í fyrirtækjunum sem þú varst að reka á sínum tíma. Þér hefði ekki fundist það skemmtilegt. Já, það er reyndar ég hef nú haldið því fram á þess að ég ætla að tríja umræðinu alveg út í móa að þá eru fjölmiðlar að hafa yfir sér eitthvað svona lýðræðislegt fyrirbrigði að þeir eru svo mikið í samskiptum við áhorfendur og áhorfendur að það virkar þú getur ekki verið einhvern týran í fjölmiðlarekstri Nei, en eins og ég segi af hverju ættu prinsipin að vera eitthvað ólík. Ég spurði nú Kristrúnu Frostadóttur út í þetta í litla þættinu Vínum í kaffikróknum með þessi sérréttindi ríkisstarfsmanna eins og uppsagnaverndina. Hún sagði af hverju ætti ungt fólk sem er að koma að vinna hjá ríkinu að vilja búa við einhvern annan vinnumarkað heldur en aðrir. Og þetta er líka ekki svona svartkvítt eins og til dæmis bara með eins og við erum að tala sérréttindi opinbera starfsmanna. Þetta snýst ekki að vilja hlut hins opinbera eða opinbera starfsmanna minni. Þetta snýst að einmitt að hið opinbera verði betra. Það er í rauninni það sem þetta snýst og við erum ekki að tala í rauninni það sem þetta myndi þá bitna á eru opinberi starfsmenn sem eru ekki að vinna vinnuna sína en þeir sem þetta hjálpar eru opinberi starfsmenn sem eru að standa sér vel í starfi og vilja vera í teimum þar sem þau finna að fólk er metið að verðlegum og þú getur ekki bara slugsað og gert ekki neitt og líka stjórnendur sem geta þá endurskipulagt eða þá sagt upp fólki sem er ekki að standa sér í starfi eins og þekkist annars staðar. Þannig að þetta snýst ekki opinberi starfsmenn eru ekki einn hópur. Þetta eru tugir þúsunda manna sem eru allavega og þessar breytingar sem við Ólafur erum báðir að tala fyrir
væru til bóta fyrir mikinn meirihluta þeirra að okkar dómi. Já, en auðvitað allavega óþægilegt til skamstíma fyrir þá sem eru ekki að valda sínum störfum. Þið komið svolítið að þessu með því að líta svo á að stjórnkerfið sem í einkafyrirtækjum sem eru rekin áfram út frá hagsmunum hluthafanna, að það betra kerfi heldur en eins og stofnanir voru reknar í Kanada. Það eru til sjónarmið sem segja að það var bara fínt þegar vinnumarkaður var tvískiptur, annars gastu farið unnið hjá ykkur þrælakistu hjá einkageranum eða þú gast setti við lægri laun, meira starfsöryggi og eitthvað fleira og það var bara betra kerfi til þess að reka stofnanir vegna þess að þegar að vera að flytja stjórnkerfið af einkarekstrinum yfir stofnanir eins og skóla og heilbrigðisþjónustu, þá kemur í ljós að það ekki endilega besta kerfi sem til þess að reka slíka stofnanir. Jú, núna bara þetta ekki svona lengur. Ef við horfum enn og aftur á opinberu stjórnsýsluna, þá hún farin að borga betri laun heldur en nánast allir aðrir geira samfélagsins, að undanteknum fjármálageranum og orkugeranum. Það að tala um fólki sem vinnur í ráðuneytunum? Já, það fínasta sem hún gerir sem lögfræðingur í dag, já. Það bara fínasta sem hún gerir sem lögfræðingur að fara til ráðuneytis. Það með hærri laun en fólki flestum öðrum geirum. Eins og ég segi, miklu þægilegri vinnutíma, betri orlofsrétt, betri veikindarétt og síðan uppsagnarverndina. Og það búið að samræma lífeyriskerfin til lengri tíma litið, svona hort fram á við. Það engin rök fyrir sérréttindunum þegar svona komið. Nei, en hins vegar, þú ert að tala um stjórnsýsluna, eða þá sem í efstu lögum ríkisins. En kennarar telja sig vanta, þá vanti töluvert upp á að ná jöfnun við sérfræðinga í einkageranum. Þeir tala bara um lögin, ekki sérréttindin. Þeir eru ekki til viðtals þau. Kennsluskylda til dæmis 20% lægra á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum, sem gerir það verkum að við erum með mun fleiri kennara á hvern nemanda. Kennurum hefur fjölgað mikið umfram nemendur undanfarin ár. Þannig að við erum með óhagkvæmt og dýrst kerfi. En það engin til viðræðum þetta, en menn vilja samt fara í mjög harðar og ég vil segja óbilgjarnar aðgerðir, en bara út frá laununum, en eru ekki til viðræðum hagkvæmni í kerfinu. Þetta finnst mér skjóta skökku við. Ég var eiginlega ekki til að við ýttum til þessum málum aðeins til hliðar vegna þess að við heyrum það bara núna segjum að það væri bara vilji til þess að endurskoða þetta að þá væri þetta bara töluverð vinna sem að samfélagi færi í gegnum í 2-3 ár. Ég að leita að einhverju svona low hanging fruits í einhverju sem bara augljóst að það megi spara milljarða. Kannski 10 milljarðir á ríkinu bara með því að gera þetta bara einfaldur og betur. Ég að reyna bankar, við erum að borga 300 milljónir á dag í vexti, skattgreiðendur, ríkissjóður 300 milljónir á dag. Þetta eru svo svimandi háar upphæðir maður trúið þér ekki, þannig að bara það sem stór hluti Íslendinga hvaða gullgæs? Íslandsbanka? Íslandsbanka og Landsbankan sem líklega ykkar tillaga. Myndir þú vilja hafa banka í opinberri eigu? Almenningur hefur verið spurt hvort þau vilja selja bankan og almenningur segir bara nei. Nei, það meirihlutastuðningur við til dæmis sölu á Íslandsbanka. Ja, nú orðið, en þegar það var spurt áður en að farið að selja hana, þá var almenningur spurður og Bankasýslan gerði könnun á meðal almennings og almenningur segir bara nei. En hvort rétt? Hvort betra fyrir Ísland? Að mínum dómi betra fyrir Ísland að bankakerfið sé einkarekið. Já, en við kannski lifum við svona lýðræði og ef að lýðurinn vill ekki selja bankana, ef við vantraust gagnvart sölu á bönkunum hingað til, þá sem allt í lagi bara að fara eins og fólk vill vegna þess að smátt og skila þessi bankar á getist tekjum inn í ríkissjóð. Það má hækka líka á skatta og okkur lera. Tekjurnar eru meiri eða selja. Það gættan sama fólki sem býsnast yfir því að það sé hagnaðar á bönkunum og vill ekki selja bankana af því að það sé svo mikil hagnaðar á þeim. Og það skilir svo miklu inn í ríkissjóð. Ég fæ það nú ekki alveg til að ganga. Og svo eru aðrir sem að segja sér svo að við verðum að beisla þennan ofurhagnað bankana og stöðu þeirra inn í samfélaginu áður en við seljum þá. Við höfum tækifæri núna til þess að laga það, en kannski það farið frá okkur. En ég var að biðja ykkur svona low hanging fruit sem ekki mikill ágreiningur Þú kemur alltaf með bara sölu bankana. Maður verður að taka líka það sem hefur mestu áhrifin. Bara til dæmis að því ég nefni bankana því að þetta risavaxin fyrirtæki með 2 milljarða hagnað á hverju ári og sem bara atvinnurekstur ef við talum við stjórnendur í bönkum þeir líta á sig sem stjórnendur í einkafyrirtækjum. Þeim sagt að gera það. Og bara, það bara bókstaflega stefnan og þú veist, að kaupa fyrirtæki í svona tengdum rekstri og bara og mér finnst þetta bara
sem skattgreiðenda finnst mér þetta ekki fara vel á þessu. Já. Og að þetta séu starfsmenn sem eru með að fara með opinbert fé í þessum fjárfestingum og ríkið eða skattgreiðendur náttúrulega líka þá að taka þátt í áhætturekstri sko. Auðvitað þetta áhætturekstur og af hverju ættu skattgreiðendur að standa því? Það sem ég að velta fyrir mér að þetta ákall ríkisstjórnarinnar, hvort það geti skilað inn einhverjum svona sjálfsögðum sparnaðartillögum sem hafa breiðan, en þið eru svolítið í því að taka hér inn gömul deilumál eins og hvort að ríkið eiga bankana. Þú tókst undir nokkru á honum, ég nefndi 60, tekur undir eitthvað af því? Pröfaðu, veldu eitthvað sem heldur að Fyrsta sem ég nefndi voru eignasölunar, mér heyrist þú ekki vilja til dæmis fara í, þú veist, sölu á ég vísaði bara ekki hvað almenningur hefur sagt sko. Já, ég held að sé að þokkalega sáttum að selja Íslandsbanka til dæmis. Daði Már nýr fjármálaráðherra var að segja að það væri óbreytt áform. Ég sé engar heikvíslar hérna út á götum út af því sko. Þannig að ég vona bara að Landsbankinn síðan fylgi í kjölfarið. Það væri til dæmis eitthvað sem geti snarlækkað vaxta greiðslu ríkissjóðs. Þetta eins og að vera með sportbíl á yfirdrætti. Við erum með rosalega verðmætt fyrirtæki og svo erum við með rosalega há lán á mjög háum vöxtum. Þetta ekki gott heimilisbókhald. Ég held að Flokkur fólksins vilja ekki selja Landsbankann og ég held að Kristrún hafi sagt að það væri ekki á dagskrá þessar ríkis sem selja. Ég held að það bara viðreislan. Þannig að þetta er mál sem ekki hægt að afgreiða hratt. Ekki Landsbankann. Ég held sko að enn og aftur í þessum sko innkaupa-tillögum ættu flestir að geta verið sammála. Tökum bara þetta aftur sem ég var að tala með lyfjamálina áðan að hægri höndin hjá ríkinu veit ekki alveg hvað svo vinstri gerir. Að einhver leyti þetta spurningum bara skort á yfirsýn, að stjórnendur tiltekina stofnana hjá ríkinu áttar sig ekki á þeim afleiðingum sem þeirra ákvarðanir hafa fyrir sko aðra hluta ríkisrekstrarins og það vantar heildarsýnina og samhæfinguna sem ætti það væntanlega frekar að vera á höndum við komandi ráðuneyt á svona við sko. Sem væri svona hagræðingar ráð ríkisstjórnarinnar hefði völd til þess að fara inn í stofnanir sem væri í svona útboði og stýra þeim eða þröngva í gegn eða grípa inn í. Tryggja að fólk tali saman eða menn viti hvað ákvörðun hér þýðir annar staðar sko. Og þetta er bara spurningum svona heilbrigða skynsemi sko. Og eitthvað rekstrar og viðskipta vit sem að manni finnst stundum skorta sko. En útþensla svona stjórnsýslunar, eitt af því sem við sem erum að gröta í blaðamennsku verður varfið er þessi gríðarlega aukning á upplýsingafulltrúum svo kvöldu sem að hefur bæði hlýtur að kosta mikið og maður er svona upplifir að þetta er bara einhver maður sem er alltaf að tala við forstjóran eða forstöðumannin og leiðir síðan til þess að þetta er bara líka alvarlega afleiðingar fyrir lýðræðið að við höfum ekki aðgengi að nokkru manni nema sem fær bara borga fyrir að vera að segja eitthvað. Það skiptir máli fyrir blaðamanni hvort ég er að tala við forstjóran sem að bera ábyrgðina eða hvort ég er að tala við upplýsingafulltrúa sem að telur sig vinna við það að segja bara það sem að henda forstjóran. Það er slitnar svona traust og sannleikur getur bara horfið á leiðinni. En þetta er alveg gríðarleg aukning. Ég velti því svona fyrir mér hvað allt þetta fólk sé að gera þegar Reykjavíkurborg auglýsti eftir sko 11 upplýsingafulltrúa til að vera yfirmaður hinna 10. Þá hugsaði ég þá, hann var ekki bara að hóa einhvern gamlan kollega, bara einhvern duglegan Mikka Torfa eða einhvern og bjóðast til að gera þetta 2 fyrir laun 6. Hugsa það hefði getað virkað. Það er þessi þensla sem þú ert að vísa til og ég held að flestir upplifi í samskiptum sínu við ríkið. Og það er alveg spurning hvort þú veist allir sjálfbærni fulltrúarnir og þeir allir er að verja peningum skattgreiðenda vel sko. En hvar er sko síðasta hagræðing? Stöðugu bólga í þessu. Já, en ég er að hugsa líka sko hvar síðasta svona stóra hagræðing var. Og það var vinstristjórnin 2009-13 af því að þau fara í gegnum Alþjóðagjaldeyrissjóðsprógrammið þar sem er bara Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mætur og segir skeriðinni þetta, lagið þetta, minki hérna er fitta og þau eru með sko mælikvarða hvernig er stjórnsýslu lagið hér með við annar staðar og eru með sko fjölmargar hagræðingar aðgerðir sem í rauninni vinstristjórnin fer í rauninni bara til neitt, það er hluti af sko meirunarprógramminu eftir hrun. Þannig að það var svona síðasta stóra tiltekt og stundum er þetta svona hjá hinu opinbera þjóðríkjum að það þarf, sko, það kemur meiri og meiri fita og meiri svona óhagkvæmni og óskilvirkni þar til við lendum á einhverjum vegg og þú veist, ég held að svona, þú veist, það verði einhvern veginn næstast kannski stóra, svona, þurfi stundum að vera einhvern veginn eitthvað svona sjokk sem neyðir okkur til að taka til.
Ég veit ekki hvað verður, hvort það verður, ég vona ekki, ég meina það þetta best ef við getum bara haft garðin okkar snyrtilegan bara á þess að allt fyrir að fara í rúst til að við þurfum að fara í björgunaraðgerðir. Sko ég náttúrulega upplifa daldið þannig að við myndum þessar ríkisstjórnar þá sú stemning í stjórnarliðina að þetta sé ákveðin ögur stund að við höfum tækifæri núna til að grípa inn í, lækka rekstrarkostnaðar ríkisins, hafa jákvæð áhrif á vexti og verðbólgu og það allt saman. Það er bara nauðsynlegt til þess að erindi þessara ríkisstjórnar nái fram að ganga. Ég held að sko, já, þetta er ákveðin ögurstund í því. Þetta hefur fengið að reka á reiðanum, það er að segja, sko, síðasta ríkisstjórnar, eins og ég sagði áðan, bara einfaldlega þannig samansett að hún var uppteknust af því að lifa af. Það besta sem að gat komið fyrir hana var COVID-faraldurinn, af því allt í einu fékk hún eitthvað svona utanaðkomandi verkefni til að fást við og standa saman. Og eiginlega botlusan, gattu eiginlega eitt peningum botlust. En núna, í æðri tilgangi. Núna bara þarf að taka til. Já, og ég meina, þau eru með, þetta er sterk yfirlýsing hjá þeim, þetta er fyrsta mál þeirra, þetta er mál númer 1 í samráðsgátt nýrrar ríkisstjórnar. Þetta er náttúrulega slær öll met í sko, hversu margir sendin hugmyndir og tillögur. Já, þetta taka það alvarlega viðbrögð almennings. Og þau eru búin að skipa núna 4 manna starfshóp sem hefur 4 vikur og þú veist, er bara að vinna dag sem nótt. Það er mjög mikið púður og svona alvara baki þessu verkefni eins og ég skil þetta og þið finnir bara að þetta er svolítið gripið umræðina. Já, en alvaran er líklega í svo að koma með tillögur út úr þessu sem að er einhver svona þokkalega sátt. Já, þess vegna er ég að reyna að beina samfélaginu. Sko ég bara, mér finnst þessi sátt heldur að niðurstaðan verði svo að ríkisstjórnin ætlar í orustu við opinbera starfsmenn? Ég vil bara að þessi ríkisstjórn taki pólitískar ákvarðanir og sýni einhverja pólitíska forystu og velji sko aðgerðir sem þau eru sammála og ráðast í og gera, svo getur bara næsta ríkisstjórn breytt í, en núna verður að taka einhverja ákvarðanir, það verður að vera einhver stefna. Það sem í rauninni feldi síðustu ríkisstjórn er að það var alltof mikið verið að reyna að finna eitthvað sem gagnaðist öllum og allir voru sáttu við og þá er ekkert gert og þá er einmitt látið reka á reiðanum eins og Ólafur er að lýsa, þá gerist ekkert. Það þarf alltaf að vera til eitthvað sem heitir pólitískur kjarkur, sko. Trúið þið í alvörunni að ríkisstjórnundur forystu samfylkingarinnar fari í það að rífa upp lögum opinberra starfsmenn? Já, ég trúi því. Ég trúi því alveg eins og ég held að þessi ríkisstjórn muni taka á sérhagsmunum í sjávarútvegi og mögulega landbúnaði, þá trúi ég að hún takja þessum sérhagsmunum. Það er líklegra með að við hvað flokkarnir hafa sagt hingað til. Heldur en hitt. Ég held bara eins og Samfylkingin sem sækir mikið af sínu fylgi, þú veist, til opinberra starfsmanna, bara mjög margir, þú veist, það er mikill stuðningur meðal margra opinberra starfsmanna þótt að formaður BSRB tali með ákveðnum hætti til að svona kannski tryggja sér endurkjör eða hvernig sem pólitíkin virkar þar innanhús. Það var bara mjög breiður stuðningur við það að þessi hlutir séu bara með eðlugum og hagkvæmum hætti. Við erum að ætla henni að segja það sem að hún trúir að sé best fyrir sína félagsmenn, að það sé ekki eitthvað sem að hún er að segja bara til að ná einhverju endurkjöri með einhverjum svona populisma. Nei, ég er ekki gerin það upp, en þú veist, það getur verið að, þú veist, eins og við sjáum til dæmis að, svo kannski förum ekki aftur of djúpt í kennarumræðina, en til dæmis, það er ekki samhljómur á milli málflutnings forystu Kennarasambands Íslands og mjög margra kennara. Og eins er ekki samhljómur á milli alls sem forysta BSRB segir og mjög margra opinberra starfsmanna. Skiljanlega. Þannig að það er eins sem ég er að segja. Já, skiljanlega, en það er samt forysta sem er kosin í félagunum sem að mótar stefnu á lýðræðislegan hátt og sem að hefur sýnt aftur og aftur, þú nefnir BSRB, sem að þeirra er greitt atkvæði hvort þeir að fara í verkfall, það eru 97-98%, þannig það er ekkert sem bendir til annars en að forysta í þessu félagum sé að vinna í takt við það sem að megin þorri félagana vill. Þó svo að þið eða Kastljós geti alltaf fundið eitthvað kennara sem er meira á ykkar-línu heldur en Kennarasambandsins. Nei, hvað þetta heitir? Já, Kastljós, ég fylgst með því það sem er tekin eitthvað svona kennari og þá er hann oft svona, tekur undir eitthvað ykkar gagnrýni. En maður sér það ekki í starfi sko Kennarasambandsins og undirfélaga þeirra að þær raddir séu sterkar. Nei, vegna þess að þær raddir þeim er náttúrulega ítt niður og það er náttúrulega það sem er í svona félum er að það er meirihluti sem vinnur og hann í rauninni ræður og minnihlutinn fær ekki að tjá sig, þú veist, þannig virkar þetta. Horfið á viðbrögð félags leikskólakennara núna, það eru semst foreldra umboðsmaður barna segir að rétti barna til menntunar, núna það sé verið að brjóta honum með þessum verkföllum sem eru semst svona skæru verkföll og það eru semst foreldrar
barna í 4 leikskólum sem eru að láta á þetta reyna sem umboðsmaður barna segir að sé gegn lögum eða stjórnarskrá og þau eru búin að höfða hópmálsókn gegn Kennarasambandi Íslands. Fyrstu viðbrögð formanns félags leikskólakennara sem sagt já, það verður nú gaman að sjá þegar stefnan verður birt af því að þá fá að sjá nöfn þessara foreldra og það verður gaman að sjá þau ég á erfitt með að trúa því að þau muni geta hort í augun á kennurum barnanna sinna. Þú veist, þessi svona framganga ekki til þess fallin að foreldrar eða þeir sem í minnihluta í þessum félögum tjái sig án þess að óttast neikvæðar afleiðingar. Þetta ákveðin svona, þetta er bara ógnarstjórnun og þetta er svona svolítið modus operandi í þessum félögum. Já, það líka bara spurning hvernig þetta orðað, sko, eða hvorum megin maður horfir á það, þú segir eigum að trúa þegar ríkisstjórnin fari í stríðið opinbera starfsmenn, það alveg eins hægt að spyrja trúið í að ríkisstjórnin taki raunverulega upp hanskan fyrir skattgreiðendur og geti hagsmuna þeirra. Það er ekkert nýtt við þessa umræðu hér á Íslandi. Þú gefur Ólafur að lögum opinbera starfsmenn séu gegn hagsmunum skattgreiðenda. Já, algjörlega. Já, ég er fullkomlega sannfærður það. Já, en ég er ekki viss að þessi samstæðin í ríkisstjórninum ég er líka bara að tala við svo marga opinbera starfsmenn sem eru sammála mér það. En þetta er bara búið að vera þema allir bara í evrópskri pólitík jafn lengi og ég hef fylgst með henni að nýja ríkisstjórnir hvort sem er á hægri eða vinstri vægnum koma til valda verða að fara í hægræðingar aðgerðir vegna þess einfallega að fitan hefur verið látin safnast upp. Opinberir starfsmenn rísa upp og það eru fjöldamótmæli og verkföll og hvaðina sem er svona mismunandi hvernig þetta fer. En þetta er ekki af því að þetta sé vont fólk sem myndar þessar ríkisstjórnir, þetta er af því að þetta er fólk sem hefur fengið þá ábyrgð að gæta þeirra peninga sem þeim var trúað fyrir af kjósendu þeirra. Og það er verkefnið hjá þessu fólki sem nú er nýkominn til valda. Þið stillið þessu upp átökum milli skattgreiðenda og opinberra starfsmanna. Já, hljóma nú meira eins og þú sett að gera það. Ég er að tala um að það sé óskupið heilbrigði skynsemi og ráðdeild sem er látin ráða. Mér fannst dálítið gaman að því um daginn sko að núverandi formaður VFR spurði einhvers staðar á Facebook hvað er gott orð yfir austerity og síðan var seinna haldið eitthvað málþing niðurskurðarstefnu eins og ég held að það hafi verið kallað. Ég stakk upp á hagfræði hinnar hagsmuni húsmóður af því að bara eins og kvennalistinn stilti henni upp eða kvennaframboðið á sínum tíma þá var hún bara nákvæmlega þetta ráðdeild, skynsemi í útgjöldum eða ekki með efni fram. Þetta er ekkert flóknara. Austerity og niðurskurðarstefnan hún þá skerður niður opinbera þjónustu þangað til að þjónustan versnar til þess að skapa grundvöll fyrir því að stunda einkavæðingu og útvistun. Það er þín útlegging á því. Það er líklega það sem hún var að auglýsa eftir. Þín útlegging á því. Auglýsa eftir merkingu sem náðu utan það. En austerity er líka, þetta var náttúrulega hagfræðin eftir menn voru að segja sko að þetta væri vond keynesisk hagfræði að þú áttur ekki að fara í austerity eftir hrunið. Og sumir hagfræðingar segja að það sé ástæða fyrir því að Evrópa var lengi að jafna sig eftir fjármálahrunið 2008. Ísland var mjög fljótt að jafna sig því að krónan í rauninni fjallum 50% og svo voru við heppin með ferðaþjónustuna Já, en við fengum viðspyrnu á meðan suðurríki Evrópu fengu enga viðspyrnu og þar var líka farið í svona mikið ríkis fjármála austerity, þaðan er svolítið það hugtak. Ég var bara vegna því að ég fór á ráðstöfnu sem að VFR hélt sem að var austerity og þetta var merkingi sem að sú ráðstöfna fjallaði ekki bara hagfræðina En ég held að þetta sé ekki markmiðið hjá núverandi ríkisstjórn. Ég held að sé enginn að tala um að draga saman hlutverk ríkisins. Ég held að sé bara að vera að tala um að reka það betur. Já, og sérstaklega því að eins og Flokkur fólksins hefur talað fyrir auknum tilfærslum en fyrsta atrið í stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar er að loka fjárlagagatinu og ef þú ætlar að gera bæði þá verður þú að klára þetta verkefni þannig að þú innleiðir einhverja tillögur sem skipta máli. Betur verið með svona skilyrtari hlutverk ríkisins þannig að það sé örugglega í þeim hlutverkum sem við ætlum þess og við getum deilt það hvað það á að vera. Við höfum líka stunda skattaeftirlit því að það er vitað að það er tapast 80+ milljarðar á því. Það er bara mjög mikilvægt. Að efla skattaeftirlit. Það eru svona mál ýmis sem við bendum á í þessu með það ríkið er að vasast í og styrkja starfsemi sem að
Við erum ekki að tala að starfsemi verði lögð niður. Við erum bara að segja einkaaðilar sinna henni jafn vel eða betur en ríkið. Ríkið þess að grefur undan þeim rekstri með því að reka starfsemina sjálft. Og nefnum sem dæmi bara endurmenntunarstofnanir háskóla sem eru konar langt út fyrir sitt hlutverk, rekandi alls konar almenn svona tómstundanámskeið í samkeppni við einkafyrirtæki og svo framvegis. Þar bara menn búin að missa fókus og missa sjónar á því hvert hlutverk þeirra er. Og svo getum við talað hlutverk ríkisins bara á öðrum sviðum eins og til dæmis í húsnæðismálum þar sem að ríkið var miklu virkari þátttakandi áður og þegar húsnæðiskerfi var að mörgu leyti bæði réttlátara og hagkvæmara skilaði ódýrara húsnæði og öruggara húsnæði fyrir fleiri heldur en eftir að það var fullkomlega einkavætt. Þannig að það má deila þetta. Já, ég veit ekki með hvort að húsnæðiskerfi hafi verið einkavætt. Er ekki núna 35% af nýju húsnæði fyrir í það sem heitir félagslegt húsnæði eða óhagnaðardrifið húsnæði? Það sem eru ekki á vegum, ekki eigu sveitafélaga nema sáralitlu leyti í Reykjavíkurborg. Telur þá ekki með eins og félagsbústaði? Ég bara framkvæmda stjórn sem stýrði uppbyggingunni í Breiðholti og þá var byggt upp ódýrt húsnæði. Og helst bara niðri langa tíma og mætti kannski með fara á að rannsaka þann tíma því það er ekki alltaf þannig að þegar þið opinbera víkur frá og einkageirinn tekur yfir þá verður allt ódýrara. Ég meina það ódýrara er heldur ekki alltaf betra ef eitthvað er dýrt þá þýðir að það er verðmætt og margir vilja það þannig að þú veist það er svona markaðsverðmæti. Dýrt húsnæði getur þýtt að húsnæði sé gott til dæmis. Hvað sagðirðu? Já, það er bara framleiðslukostnað á húsnæði. Já. Sem voru innleiddar margar nýjungar. Við getum alveg kafað í húsnæðismarkaðinn það voru margar nýjungar og flutt inn hvað var þetta að kalla flekamót og fleira sem var gert á hinu opinbera. Það var ekki af verktökum. Svo er það nú ein umræðan það var gert OECD úttekt á byggingariðnaðinum fyrir nokkrum árum og settir fram einhverju tugir tillagna hvernig væri hægt að efla samkeppni og auka hagræðingu á þeim markaði meðan sem er léttara opinbera regluverki. Ég veit ekki hvað, það var 2 komast í framkvæmd kannski. Meðalanslega lækka byggingakostnað. Það er eitt af stóru vandamálunum það er regluverkið og eftirlitið sem við erum að leggja til að vera létt. Herramenn, takk fyrir að koma hérna og starta þessari umræðu ríkisreksturinn. Ég ætla að heyra í fulltrúum opinberra starfsmanna á morgun og svo ætla ég að tala við fleiri og þetta er enda svo marga tillögur að ég reiknaði með því að fyrst að maður getur rent yfir og fundið þarna mjög góða viðmælendur úr þessu en magnið var svo gríðalegt að ég náði ekki að renna yfir þetta. Ég býst ekki við að við náðu eiginlega að skoða þetta. Þetta er svo óhýrilegt. Heimasíðan er líka erfið og mikið falið þannig að mér finnst mjög erfitt að sjá þetta allt á einum stað. Já, það er mjög erfitt að glöggva sig á því hvers svona tillögur eru þetta en við ætlum að reyna það við Rauðaborðu og halda þessari umræðu gangandi því það er mjög mikilvægt að tala hlutverk ríkisins og hvernig það er best rekið og kannski fæ ég ykkur seinna þegar ég er búin að taka svona smá sirpu á ýmsum sjónarmiðum. Mjög gaman að fá ykkur Björn og Ólafur. Takk. En ég sitt víst eftir og ætla að halda áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarst hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.